Góðan daginn. Ég þakka fyrir að mér var boðið að koma hingað og segja frá Þjórsárverum. Ég sé að hér svo formaður Þjórsárveranefndar sem ég tók af. Hann verið þá tveir í salnum. Ég tók við Þjórsárverum sem formaður þeirra nefndar sem fer með málefni friðlagsins 1987 af Eyþór Einarssyni. En áður hafði Arnþór Garðarsson verið gegnt í starfi frá því að friðlend var stofnað 1981 og ég veit nú ekki hvort ég formaður ennþá ekki því að það var ekki skipað eftir seinustu sveitarstjórnarkosningar sem voru fyrir tæpum 4 árum og einnig þá hafði ég unnið sem aðstoðarmaður Arnþórs Garðarssonar 1972 og 74 og auk þess vann ég að hluta til doktorsverkefni mitt í Þjórsárverum. Og síðan þá hef ég komið í veri næstu hvert einasta ár og gengið þau og í seinustu árin sem leiðsögumaður fyrir Ferðafélag Íslands í 6 daga ferð. Og við erum mynd sem Þór Ellen tók í Þúfuveri og horfum í átt til Kerlingarfjalla. Og þetta er það ver, stærsta gróðurver sem eftir sunnan Þjórsár, en mestur hluti gróðurlendisins fyrir vestan. Og í rauninni stór hluti þeirra vera sem voru sunnan Þjórsár eru komnir undir 20–30 ferkílómetra af lónum og skurðum. Nú, Þjórsárver, nafnið frá 1951 og fyrst birt 1953 í bók Peter Scotts og James Fisher sem heit A Thousand Geese eða 1000 gæsa og lýsir þeirri ferð þegar þeir fóru í rannsóknarleiðangur og merktu gæsir og fengu fyrsta mat á stofnstærði heiðagæsar og þeir fóru í rauninni tvo leiðangra og Finnur Guðmundsson stakk upp á því að þau ver þar sem gæsin verti hefðu samnefni Þjórsárver. Og þetta vitið þið nú allir því að flestir ykkar hafa verið að vinna í Þjórsárverum. Veit ég okkur að biðja mig að koma hingað. En þau ver þar sem þeir sáu fyrsta varpið var við minni Dælisá, Kjálkaver. Og það má segja að maður lítur svona náttúrufarslega á það, þá myndi Þjórsárver ná alveg suður í Skúmstungur, en rétt austan við þar eru fyrstu vörpin og það eru þessi svæði sem hvert þeirra skorið í sundur af þverám í Þjórsá og hvert þeirra hefur fengið sjálfstætt nafn og orðið ver vísast mjög sennilega til verstöðvar eins og við höfum bæði í íslensku og norsku og við höfum verstöðvarnar sjálfar eins og í Noregi Svolver eða Svalaver og Henningsver og Herluver og hvað sem það heita og við erum með slík ver líka og oft kenda við Víkur og annars það sem gert var út frá og svo Verdalir. Nú, og við höfum líka Eggjaver. Ég held að það sé hið raunverulega nafn á þessum verum og hvert þeirra hafði sjálfstætt nafn og það má segja ef maður lítur horfir á þessi ver og leitar ver þá finnur maður gæsarétt eða leifar að gæsarétt í hver einasta veri. Oftast þá upp á öldum, meðalöldum. Flest þeirra eru horfin. Flest af þessar réttir eru horfnar rétt móta fyrir svona í sandinum ef maður horfir vel en það eru þó 2 sem eru mjög heillegar, önnur upp á Nautöldu og hin efst í Illaveri, rétt vestan við Múlajökul og ég hef oft verið að hugsa hvort að það gæti verið að Eyvindur hafi kannski endurhlaðið þar að því hann var í Múlunum árið 1769, ég kem nú að því síðar og þetta innan göngu fjallaða frá þeim stað þar sem hann var ég tel hann hafi verið í Múlunum.
Og þess vegna tel ég að hinn raunverulegu náttúrulegu mörk verana eru það sem var áður samfelldur gróður og það sem gæsin verpti. Þetta sjáum við að verin hérna sunnan Þjórsár eða austan Þjórsár eru með nöfnus og Stóraver, Hnausaver og svo framvegis. Það eru líka tilvísun til þessara veiðistöðva. Nú, verin eiga tilvist sína að þakka vatninu sem kemur undan Hofsjökli og að mestur hluta og einnig frá austan frá Vatnajökli og kemur upp í þessari dæld. Þetta er mikið til lindavatn og mikið að lindum alls það sem halda þessum eldurlausu blautu og þannig að gróður helst mjög vel og annars allt í kringum þessi ver er bara gróður auðn. Þar er allur gróður horfinn og maður sér í jöðrunum að það hefur verið þarna þurrlendi svona lyngheiðar og víðiheiðar og maður sér leifar og rótum og það er sem hafa horfið. Og ég veit ekki hvenær gróður hvarfa þessu af söndunum í kring en það er samt eru leifar af lífrænum efnum ef maður grefur svolítið niður í sandinn þá finnur maður miklu lykt. Ég veit ekki hvenær það gerðist en allavega má segja á 13. öld að það hafi nú sennilega verið konið talsverðir sandar þegar Kári fór eftir brennuna norður í land og þá fór hann Gásasand og sennilega er að vísa til Sprengisands. Og verin eru þessar jökulkvíslir sem skilja hinn einstöku ver að og það eru lindir og lækir og tjarnar og pollar og það bil helmingur á gróðurlendinu votlendi og hinn helmingur þurrlendi. Og allt þetta virkir verið háð þessu mikla vatni sem rennur hérna og við horfum hérna niður á Arnarfelli og niður á Arnarfellskvíslina og sjáum hérna yfir á Arnarfellsverið. Og þarna einnig í Þjórsárverum að það er hæsti samfelldur gróður í rúmlega 1000 metra hæð sem finnst hér á landi. Það er alveg samfelldur gróður á þessu fjalli sem eru rúmlega 1140 metra hátt og það er aðeins efstu 140 metrarnir sem eru gróðurvana. Og þetta er mjög ríkulegur gróður sem er sérstaklega í brekku sem snúa á móti suðri. Og þarna eru líka viðfímustu flátnar eða rústasvæði landsins. Þetta er ekki stærstu rústirnar. Rústirnar geta verið svona 1 metri á hæð yfir láglendinu. Við sjáum þar hérna í Múlaverinu hérna. Og svo eru tjarnir á milli. Og það stærstu eru kannski 10 metra breiðar og 100 metra langar. Og svo koma í öllum stærðum þar fyrir neðan. En á Jökuldalsheiðinni eru miklu stærri rústir en í Þjórsárverum. En Þjórsárver voru lengst af nokkurn veginn eina varpsvæði heiðagæsar og ég held að þegar vetur eru mjög harðir og það eru snjóþungir þá eru sérstaklega þeir sem mishæðatu þessar mishæðir sem rústirnar eru, bakkarnir og svo múlarnir, þetta eru Arnarfellsmúlar sem standa upp úr og blæs af, þannig þegar heiðagæsin kemur í byrjun maí þá er þetta þó autt til að verpa á. Og svo það leyti sem snjórinn fór hér áður í lok maí, jafnvel í byrjun júní og ungarnir komu upp úr miðjum júní að þá var gróður fann að komi vel á stað, halmgres og aðrar grasplöntur og síðan líka smávasta starir sem gæsarungarnir gátu étið þegar þeir komu úr eggjunum því að þá hafði þeir verið í skjóli í snjónum í þessum dældum. Og ég ætla að biðja ykkur að taka aðeins eftir þessum múlum sem þessari miklu jökulöldu sem er fremst af öldunum sem Múlajökull hefur ýtt fram og er sennilega mjög gömul. Menn er ekki sammála hvort þetta hefur vöðlast upp fyrir framan jökulinn eða hvort þetta er sem kallaða tannkremstúpu áhrif en þegar ef við stígur hann á tannkremstúpu þá belgist hún upp fyrir framan tána þér og ef jökullin er lagst á þetta og svo þrýst niður þá lifst landi fyrir framan eins og þegar Brúajökull hljóp 1964 og Ólafur Ingólfsson er einmitt að rannsaka þetta og hefur verið í þessu jökulöldu myndunum við Múlajökull undanfarin ár. En ef þið horfið á þessa jökulöldu hérna, að þeim hugmyndum sem voru uppi 1969, að það hefði kannski toppurinn sem stúlkan stendur upp og staðið upp úr vatninu. Annað hefði allt verið á kafi.
og þetta austur alveg austur í Múlajökull, ekkert langt frá Arnarfelli. Þannig að allt þetta svæði hefði úr 200 ferkílómetrar farið á kaf. Nú við erum hérna með mikinn jarðveg og ég held að þyksti jarðvegurinn sniðið sem hefur verið tekið, sem Sigríður Friðriksdóttir tók, hafi verið 6 metrar niður í Oddgilsveri. Þannig þarna hægt að lesa gróðurfarssögu og loftslagsbreytingar og annað. Það eru miklar upplýsingar sem liggja í þessu jarðlögum þegar menn gefa sér tíma til og fé til að stúdera það. Og þau gróðurlendi sem eru í Þjórsárverum, annars vegar alls og svo innan friðlandsins, því að friðlandi var mótað af herforingjaráðskortinu og þeim kennileitin sem hægt var að miða út þar, og það var öldur með ákveðinni hæð og það var svona dregin bein lína sem nokkurn veginn náði yfir gróðursvæði vestan Þjórsár og það sett í friðlandi sem hægt var svona að sikta út. Og Eyþór getur nú örugglega sagt á sögu betur því hann var þá í Náttúruverndarráði 1980 þegar þetta kom upp og ég held að hann hafi verið orðið formaður þá. Og við sjáum að það er það bil helmingur af gróðurlendinu þurrlendi. Þetta eru Lyngheiðar og Víðiheiðar og svo hérna af því sem er innan af friðlandsins. En meiri hlutin er þurrlendi utan friðlandsins af þessu þurrlendi. Og votlendið er sem sagt alls tæpi 50 ferkílómetrar meðan þurrlendi 74. En flátnar eða rústasvæði, það er með þessum freðmýra rústum, eru 32 ferkílómetrar. Og heildar flatamál gróins lands eru 123 ferkílómetrar. En annað land þarna innan eru, svona í þessum gömlu Þjórsárverum eru innan við 10% gróðurþekju. Nú, gróður getur verið mjög gróskumikill eins og ég sjái hérna í Arnarfellsmúlunum. Hér er gömul reiðgata frá því að bara upphafi landsbyggða, menn fóru að fara á milli landshluta. Það var farið upp með Þjórsá að vestanverðu og síðan yfir á Sóleyjarhöfðavaði og í Þúfuver á því í Biskupsstúfu og svo inn á Sprengiselsleið. En ef Sóleyjarhöfðavað var ófært, að þá var farið upp að Nautöldu í Nauthagann og síðan austur með jökulröndinni og múlunum og í Arnarfell og farið yfir Þjórsár á Kvíslum þar sem er svona auðveldara að vaðana. Og þetta eru svona reiðgötur, það eru nokkrar sem liggja stundum hlið við hlið, þarna sunnan til í múlunum og þarna sjáum við mikla hvönn og einnig er burnirót núna eftir að beit hætti þarna hérna upp úr 1980 á 9. áratugnum, að þá hefur hvönnin og burnirótin og aðrar slíkar plöntur náð sér vel á strik og verða mjög stórar. Og nöfnur og sum örnefnir eru mjög ungu, svo Nautey og Nautalda. Hún kemur frá því að Jón Guðmundsson ritstjóri Þjóðólfs að hann flutti frá Klaustri og vestur til Reykjavíkur, þá tapaði 3 nautum og þau fundust þarna. Það er mjög nafni komið. Og ég held að það er lýst mjög vel hérna þegar komið að Eyvindi 1762 þegar hann var í múlunum undir Arnarfellsjökli vestan Arnarfells, eins og sagt er. Það var mjög greinargóð lýsing á bústaðnum hans. Hann var afstæður með bústað þess sem er Lindavatn og hann gróf það inn í múlana einhvers staðar og Árni Hjartarson sem skrifað þetta lýsingu birt samtíma lýsingu á bústaðans og svo og var svona að reyna að giska á að hann hefði verið í múlunum sem væri núna búið að brjóta niður af Arnarfellskvíslinni eða öðrum kvíslum. En það er hérna á einu stað við innri Múlakvísl sem er Lindá að stofni til, þó sé jökulblönduð á sumrin, það er Oddsíl í henni til dæmis, að það er svona fallið niður, þetta stórt svona regluleg svæði, það voru göng inn í bústaðinn og svo var komið inn í hvelfingu þar sem voru hlóðir og svo úr henni önnur göng inn í aðra hvelfingu þar sem var sofið. Og það var gerð svona göng í átt niður að lindinni og bara rétt hérna við er innri Múlakvísl.
Og ég hef stundum verið að hugsa að það fengist fornleifafræðingur til þess að grafa einmitt á þessu stað niður í hvort það gæti verið mannvistarleifar, ef þetta væri þá búið að finna staðinn. En sennilega á þessu tíma þegar hann er að grafa í lok 18. aldar þá hefur verið svolítið erfitt því að það fram eftir sumri klaki í öllum þessum múlum. En það þarna, sjáum við það sem hvönnin vex. Nú, að svona þegar maður horfir yfir þau svæði sem hafa verið rannsóknuð og menn þekkja tegundafjölbreytileikann á og þá eru Þjórsárver tegundaauðugasta svæði hálendisins og bæði hvað varðar plöntur og dýr. Og hér tafla sem Þóra Ellen hefur tekið saman. Við sjáum að miðað við Brúaröræfi og Vesturöræfi, Brúardal og Vesturöræfi, sem eru miklu stærra grónarsvæði, þrefalt stærra gróðusvæði en Þjórsárver, að þá háplöntutegundir miklu fleiri. Það 183 skráðar tegundir í Þjórsárverum á móti 163. Og við sjáum að mosarnir eru líka fleiri og fléttur og sveppir. Fuglategundir, en varpfuglar eru svona á pari við Brúaröræfi. Og smádýr eru skordýri sem eru þarna inn að sviga, að þau eru færri í Þjórsárver. Og Elling Ólafsson er sami maðurinn sem rannsakaði bæði svæðin. Nú, sérstæða Þjórsárvera, hvernig sem við lítum á það eru aðalheimkynni heiðagæsar, þó að núna séu svæði eins og Guðlustungur orðin fleiri einstaklingar eða fleiri pörsur verpaðar og eru þarandi alþjóðlega ábyrgð Íslendinga mjög mikil. Þetta Ramsarsvæði. Þetta alþjóðlegt mikilvægt votlendi. Tegundaauðugasta svæði hálendisins. Þetta víðáttumikið og velgróðið svæði í annars afar gróðursnauðu landi. Og menn hafa það í huga að sé slíkt að ef gróður þarf að dreifa sér út aftur og gróður í talsvert mikilli framþróun, sérstaklega í austanverðu verunum, austan Arnarfells og við Arnarfell, að þá þetta þá fræbanki fyrir þessi fræin geta dreifst út frá. Og þetta stærsta og fjölbreyttasta gróðurvin í miðhálendi landsins, fjölbreyttasta votlendið og þetta svona, þarna eru lyng og víðiheiðar sem eru mjög víðlendar í annars á svæði þar sem gróður horfinn. Og þetta víðfeðmesta fremurasvæði landsins og eitt fárra svæði í hálendinu sem ber lítil merki búfjárbeit. Það hefur ekki verið búfjárbeit þar núna nokkra áratugi og þó að þeir úr Ásarhreppi og Djúpahreppi, eða Rangárþingi, eru fann að reka aftur upp í austurhluta verana. Nú þarna eru þó nokkuð margir varpfuglar og við sjáum þarna gæsarétt, þetta sú sem upp á Nautöldu, sést nokkuð vel og sama réttin og birtist í bókinni á 1000 gís. Og þarna eru fuglar sem sjást til þess að álega í snæugla. Og í sumar því ég gekk að þá var þar einn kvenfugl upp í Jökulkrika. Aðal ránfuglinn í Þjórsárverum kjói og eggjaræringi og svona hrafninn kemur þar á eftir. Og kjóin og skúmur þarna en það sennilega ekki nema eitt par. Og það eru ýmsir fuglar í mólendi, bæði snjótittlingur og steindepill og svo ýmsir vaðfuglar eins og sendlingur og lófuþræll. Nú, þetta nafn ver kemur sennilega að því að eins og Gísli Oddsson lýsir þegar menn voru að veiða gæs, sama aðferðin og notuð í dag þegar menn að merkja gæsarunga og gæsir að reka þær í girðingar eða réttir og hann segir frá þessu í bók sinni Undri Íslands að þá segi ég koma veiðimenn vorir á vettvang
búa út áður spilverk eða veggi eða girðingar og reka svo þangað fuglahjarðirnar fyrirhafnalaust eftir geðþótta eins og fé til slátrunar og drepa þá þar inn í lukta þegar þeim ekki flótta auðið með vangjana hjálp. Og myndin hérna neðan við það gæsaréttin sem í Illaveri rétt vestan við Arnarfellsmúlana. Í vötnum einnig mjög fjölbreytt líf. Þarna þó nokkuð mikið af bitmýi, það mikið af lindavatni sem nokkuð frjótt og frjósamt og bitmýi, eða svona stilltum dögum að þá getur maður verið ansi mikið bitinn og þarna eru bitmýslirfur í Eyjafellslæknum, það í mörgum öðrum. Algengasta mýið í jökulánum, kulmýið eða með ættkvíslinni Díamesa og síðan eru 6 tegundir af orflugulirfum og síðan eru grænlandsklukkur og brúnklukkur og lækjaklukkur, skötuormar mjög algengir og sérstaklega svo þessi ögndýli sem eru svo rauð ský sem að synda í tjörnunum. Hérna eru nokkrar myndir sem ég tók upp á bók Jens Böckers. Svo þarna heitt vatn, þarna líka nútíma hraun inn í jökulkrika, það hraun frá því eftir ísöld og svo annar norðan við sem Lambarhraun. Þetta hraun þarna sunnan inn í jökulkrikanum hefur ekki nafn svo ég viti en það gígur í því. Og þarna eru heitar lindir, rúmlega 60 stiga heitar, 62 gráður eftir 64 og það tiltölulega auðvelt að útbúa sér bað og baða sig. Það sem gerir það mögulegt að baða sig í vatninu, það kalt vatn sem hægt að blanda við það. Austan við Ólafsfellið eru líka lindir bara með heitu vatni og jeppamenn hafa verið að fara þar á veturnar og láta það renna í fiskikar og kæla það svo með snjó. Svo eru þessar miklu jökular allstaðar þar sem maður þarf að vaða og erfiðustu árnar eru sú kvísl sem kemur úr Þjórsárjökli, stundum kölluð Vesturkvísl eða Þjórsárkvísl og stundum hún óvæð og þarf þá að fara á jökul til þess að komast yfir hennar, til þess að komast inn í Arnarfelli, eða vestur Arnarfelli og síðan Arnarfellskvíslinn sem stöðugt að breyta sér og rennur núna niður og að brjóta múlana, eiginlega sunnan múla jökuls. Það er mjög straumörð og rennur eiginlega í einu máli. Mjög erfið. Hér aftur á móti Nautaldar sem sést þarna bakvið og verið að ganga hér yfir Blautukvísl. Ef ég ræði aðeins hérna þessa náttúruverndarsögu sem nú kannski, ég hugsa að Þjórsárverin og Mývatn eru svona dæmi svona þá endalausu náttúruverndarbaráttu sem hefur verið háð hér á Íslandi, hvort tveggja frá því 1970 rétt fyrir, að menn hafðu hugmyndir, stórfelldar hugmyndir virkjanir. Hér átti að vera 200 ferkílómetra lón og síðan átti að vera virkjun í Gljúfránum sem var kölluð, með minnir ég man nú ekki nafni sem átti að vera en hún átti að vera þarna taka Þjórsá, búin að safna henni saman og svo átti þetta að vera líka uppistöðulón til þess að jafna rennsli jafnvel milli ára. Hinn virkjunin var í Laxá þegar menn höfðu hugmyndir að veita Skjálfandafljóti í Laxá með stóri virkjun í framtíðinni niðri í Laxárgljúfrum. Sem betur fer þá hefur hvoru tveggja orðið að veruleika. Þetta eru svona fyrstu hugmyndirnar og þið sjáið að það rennur hérna að lónið fer hérna rétt sunnan Nautöldu og hér múlana og hér yfir stór svæði. Og þetta síðan átti stíflan eins og alltaf að vera við Norðlingaöldu. Og þetta kallaði á mjög mikil mótmæli og menn komið frá útlöndum og töluðu gegn þessu og að lokum að þá var það samkomulagi 1981 að hluti veranna var friðlýstur
og sá hluti sem yrði sem sagt þá fyrir minnstum áhrifum því að allar framkvæmdirnar voru fluttar austur fyrir Þjórsá. Og í þessu samkomulagi fólst að það var heimilt að veita til Þórisvatns úr upptakakvíslum Þjórsár á Sprengisandi og þverám hennar að austanverðu. Þetta átti að gerast í 5 áföngum. Og fyrsti áfanginn er 1981 og seinasti 1996 og það er 5. áfangi þegar upptökum Þjórsár á Sprengisandi var veitt í Þórisvatn og hann rann ekki lengur eftir árfarveginu. Og það var gerð undanþáguákvæði sem við friðlýsinguna að það væri heimilt að reisa uppistöðulón við Norðlingaöldu ef náttúruverndargildi veranna skaðaðist ekki að mati náttúruverndarráðs sem fór þá með þessi mál, það sem Umhverfisstofnun fer í dag. Síðan var ljóst seinna að í vettvangsferð sem var farin þarna upp eftir árið 99, frekar 2000, að þá upplýstist einn sem var svolítið lausmann að það væri búið að undirbúa 7. áfanga og hreysiskvíslinn væri byggð og hefði verið grafin nógu stór til þess að taka Þjórsárkvíslina sem kemur úr Þjórsárjökli að vestanverðu og átti að færa hana í lónið sem myndaðist þegar upptök Þjórsár voru stípluð og færði í Kvíslalónin og í Þórisvatn átti að bæta þessu við. Og þetta hafði aldrei verið í samkomulaginu og væntanlega, ég veit ekki hvenær átti að upplýsa en þetta upplýstist svona óvart í þessari ferð. Og sem síðan lifði svolítið lífi lengur alveg fram til 2004-05. Það var skipunefnd sem er þá Umhverfisstofnun í dag og var náttúruverndarráðið þá til ráðuneytis málefni friðlandsins og hún átti að gera tillögu og gerði tillögu til Landsvirkjunar og náttúruverndarráðs nauðsynlega rannsóknir í sambandi við hugsanlega miðlunarlón við Norðlingaöldu. Og svo er nefndin líka einnig ætlað að fjalla endanleg mörk mannvirkja vegna Norðlingaöldu veitu. Og þetta er það sem samkomulagið fólst í að þið sjáu hérna, þetta eru 20-30 ferkílómetrar á lónum og skurðum sem veitir vatninu norður fyrir Sauðafell og svo inn í Þórisós og það er gert nýtt útfall við Vatnsfell í Þórisvatni. Og það er sem sagt þó nokkuð mikið af grónu landi sem hvarf þarna undir þessu lón, sérstaklega úr Stóraveri. Það eru lón og skurðir yfir 30 ferkílómetrar sem voru gerðir þarna. Það er tekið fyrir allt vatnsstreymi til Eyvindakofavers og Þúfuvers og upptök Svartár voru líka stípluð. Þetta er allt veitt í Þórisvatn. Ég var svona að giska og gæti að verið 500 heiðagæsarhreiður sem gæti að hafa farið undir með að þéttleika á þessum tíma þegar þetta var gert. Og núna er það bil 40% af Þjórsá við Norðlingaöldu fer í gegnum Þórisvatn. Og vegagerð og stíflugerð meðfram Þjórsá er núna 16 kílómetra löng. Og síðan voru þá fossar í Þjórsá neðan Norðlingaöldu skertir. Og Norðlingaölduveita var háð leyfi náttúruverndarráðs eða síðar arftaka hennar. Og hér sjáum við dynk og með það byrja 40% af því vatni sem áður rann í honum. Einn af nokkrum fossum sem eru þarna í Þjórsá. Við vitum að Norðlingaölduveita, hún er ekki virkjun í sjálfu sér, hún eykur vatnsmagnið sem fer þær virkjanir sem eru í Túná, eða núna Blöndu á Túná
og Þjórsá og svo úr Þórisvatni eða Köldukvísl. Og þetta og miðað við núverandi útfærslu þá þetta undir 100 megavöttum í afli sem hún mun auka við þessar virkjanir. Síðan verður frá Sultartanga virkjun og niður og engin breyting því það sama að Þjórsá þá hvort komin í vatnið. Það gerum ráð fyrir því að svona raunhæft mat að þetta sé 24-25 teravattstundir sem við getum framleitt á ári raforku í vatnsafli og þá gerir ég ráð fyrir því að það verði ekki teknar fyrir það suma þeirra áa sem núna Orkustofnun búin að setja fyrir þriðja áfanga rammaáætlunar eins og Hofsá í Vopnafirði og ég hugsa svoleiðis ár verður aldrei virkjaðar. En inn í allu vatnsafli sem Orkustofnun reiknar alltaf með þá erum við með allar ár í Borgarfirði sem eru laxveiðiár, allar ár í Húnavatnssýslu og svo bundið sem við kringum landið og meðal annars Hofsá í Vopnafirði. En við gerum ráð fyrir að þar verði aldrei það sterkur lobbyismi í kringum í laxveiðiárnar að þær verða nú sennilega ekki teknar undir raforku. Og gerum ráð fyrir 24 terawattstundum eða svona nálægt því, þá búið að virkja helminga vatnsafl á Íslandi sem virkjanlegur og þá þetta 3% af þeirri ónýttri raforku sem Norðlingaöldu veita mun auka afl þeirra virkjanir sem eru fyrir í Túná. Og ef við lítum aðeins á þetta litla lón sem átti upphaflega að vera hérna og fór í mat á umhverfisáhrifum, þá var það nú á stærð við Mývatn og sjáum náði inn í Oddgilsver, yfir Tjarnarver og inn í Þúfuver og þetta lón var í rúmlega þeirri hæð sem Þórisvatn Þórisvatn er hæst, það var 574 metrar og þetta stóð styrinn frá 1981 þar til að Jón Kristjánsson úrskurðaði að það skyldi lónið minnkað og þessi veitulón sett inn aftur sem eða voru kölluð örsöfnunarlón þarna austan við Norðlinga, austan við Arnarfell. Þetta er mynd sem teiknað inn á mynd sem tekin af Arnarfelli og þetta þessi kvísl sem kemur úr Þjórsárjökli, þessi stóra sem átti að fara í 7. áfanga og hugmyndin var að hann var vakinn upp aftur í úrskurði Jóns Kristjánssonar frá 2002 og þá voru gerðir svona leiðigarðar og annað til þess að veita líka jökulkvíslinn eins og sumir kalla litlu Arnarfellskvísl sem kemur þarna úr Rótarjökli á milli Arnarfellanna tveggja. En það sem gerist að skipulagsnefnd miðhálendisins sagði að þetta hefði aldrei verið skipulagt sem iðnaðarsvæði og féllst ekki á þá skipulagsbreytingar sem þetta myndi hafa í för með sér svo þetta var þá sjálfdautt þess vegna. Og síðan með því að færa og komið lón við Norðlingaöldu þá erum við fann að færa áhrifasvæði virkjanaframkvæmda vestur fyrir Þjórsá fann að brjóta nýtt land undir mannvirki. Og núna sem sagt þetta lón sem menn hafa rætt í lokin, það eru 3,4 fermetrar á sumrin og 7 ferkilometrar fyrir ekki, 3,4 ferkilometrar á sumrin og 7 á veturnar. Og menn sáu það að Eyjafell myndi fara þá undir vatn sem stærsta gróðurlendið í nágrenni Norðlingaöldu. Og það er ekki hægt að útiloka rof í Tjarnarveri með ákveðin veðurskilyrði og síðan yrði mikil örsöfnun í þessu lóni líka sem menn í vandræðum með að losna við og það svona einhver fjöldi heiðagæsa hreiðra sem myndi fara undir. Nú síðan var ákveðið að reyna að ná sátt röðun virkjana og þeirra landsvæða sem færu undir yrðu fyrir áhrifum vegna vatnsaflsvirkjana og háhitavirkjana og það sett á stað rammaáætlun 1999
og það má segja að hún var varla búin að skila af sér að iðnaðarráðherra lýsti þá yfir að þetta væri bara bráðabirgðaniðurstöður. Og þetta var allt lagt undir aftur í svokallaðan annan áfanga og sem vann þetta upp þessi sömu svæði og allmörg í viðbót. Og margir hér á Náttúrufræðistofnun unnu einmitt við þessa gerð rammaáætlunar þar sem virkjunarkostum raðað eftir náttúruverndargildi, eftir hagkvæmni til virkjana, útivistargildi eða ferðaþjónustu og annarri landnýtingu. Og það var reynt að meta samfélagsáhrif og atvinnusköpun en sú nefnd skilaði aldrei neinu af sér. Það var ekki ljóst að það myndi nú skapa neina atvinnu í hinu dreifðu byggðum landsins sem héldu. Og þessi samfélagslegu áhrif. Og í þessum áætlunum að þá lenti náttúrufarsgildi Þjórsárvera í fyrsta áfanga sem lenti hann í þriðja sæti og sem eitt af verðmætustu svæðunum og þau sem lentu þarna ofan var Kárahnjúkasvæði sem Kárahnjúkavirkjun hafði áhrif á og svo jökulárnar í Skagafirði. Síðan er tekin í annan áfanga og niðurstöðum skilað 2011 að þá nú Kárahnjúkavirkjun farin frá að búa og komið Hálsárlón að þá urðu Þjórsárver aftur eina verðmætustu svæðunum í röðinni og lenti í 4. sæti fyrir röðum vatnsaflsvirkjana. Og núna er búið ákveða að Þjórsárver var búið strika yfir að þessa vinnu sem er búið að gera hérna og hún fer allt aftur í þriðja áfanga á 20 eitthvað nýjum svæðum sem á að skoða. Og það er verið að endurtaka sömu vinnuna, hún var endurtekin í öðrum áfanga og núna í þriðjum. Og þegar mörk vatnsaflsvirkjana voru metin að þá var það allt vatnasviðið ofan stíflugarða, virkjana, stíflu og síðan 200-500 metra belti meðfram ánni fyrir neðan. Og í þessu tilfelli varðandi Þjórsárver að þá var það frá Norðlingaöld og allt vatnasviðið þar fyrir ofan og upp í jökul og síðan Þjórsá niður í Sultartangalón sem voru þá litið á sem manngerð, það var það svæði. Þannig að það var alveg ljóst að það var mjög skýr mörkin sem Þjórsárver voru mörkuð í þessari rammaáætlun þó að ráðherra hefði sagt að svo var ekki og þegar hann var leiðréttur þá sagði að menn væri konir í pólitík. Þannig að við sem búin að biðjast afsökunar á því. Síðan hafa ýmsir komið hérna meðal annars 2 sérfræðingar sem hafa unnið með UNESCO heimsminjaskrána, sérstaklega Jack Ives, sem bentu á að núverandi friðlandsmörk væri ófullnægjandi ef menn vildi setja þetta heimsminjaskrá sem hann taldi ótvírætt að Þjórsárver gæti farið í, svo framarlega sem það væri ekki sett mannvirki vestan við Þjórsá. En ég veit ekki til þess að menn séu rétt að vinna í því að koma þeim þar undir, allavega ekki umhverfisráðuneytinu núna. Svona, ef maður lítur á þetta svona sem hvað hefur áunnist, þá sjáum við að 200 ferkílómetra lóni það var afskrifað, 32,5 ferkílómetra lón var blásið af Jóni Kristjánssoni og síðan 7 ferkílómetra lónið ekki inni lengur en núna erum við að tala 3,4 ferkílómetra og dæla vatnin upp í Þórisvatn eða upp í Kvíslavatni. Og það má segja að það sé núna búið að setja þetta svæði eina ferðin enn í uppnám því að það er búið að einhverja hluta vegna þá hér komið gagnagrunnur frá Landsvirkjun. Það er búið að teikna inn á hann friðlandsmörkin sem Svandís lagði til og lágu hér. Það er búið að teikna hér tótu hér upp með Þjórsá upp undir Eyjafell sem á að vera utan þessa friðlands á þeirri forsendu að í rammaáætlun það hefði ekki verið nógu skýr mörkin sem voru dregin væntanlegt friðland.
En hér sjáum við bláa línu sem Jack Ives lagði til og sveitarstjórnin í Gnúpverjahreppi meðan hann var sjálfstætt sveitarfélag Gnúpverjahreppur. Hann var aðeins öðruvísi. Hann lagði þessa stækkunartillögu til við tillögu sveitarstjórnar og umhverfisstofnunar frá 2010 sem þessi hérna græna lína. Að það friðland sem yrði síðan þá lagt fyrir undir heimsminjaskrána. En hvar sem þetta enda nú þessi hérna að reyna að koma í veg fyrir frekari mannvirkjagerð og virkjanir í Þjórsá við Norðlingaöldu, ég yrði ekki tiss á því að maður væri komin á grund og það væri með þá töðandi þetta. Og ég þakka fyrir. Við þakkum Gísla Má Gíslasyni kærlega fyrir þetta fróðlega erindi. Við höfum tíma fyrir örfáar spurningar. Vinsalegast getið nafns eða kynnið ykkur. Hér hvort tveggja fjallað náttúru svæðisins og náttúruverndarsögu. Fólk hlýtur að vera með einhverjar athugasemdir eða spurningar til Gísla. Á meðan fólk að hugsa eitthvað gáfulegt, Gísli, kemst refurinn auðveldlega þarna yfir í verin til þess að gera usla? Ég veit ekki hvað það gerir usla, en ég veit 2 stór greni. Annað grenið í Oddgilsveri og sá refur fer eiginlega allt svæðið vestan Þjórsár og hann tekur egg á vorin og þegar klækið þá verður venjulega talsvert af fúleggjum eftir, svona að meðaltali 1 egg í hreiðri sem fúlegg. Og það kapphlaup við kjóan og hrafninn að ná því og grafa það á þegar fuglarnir ná því. Og síðan stórt greni í Þúfuveri. Svo sér maður svona að það eru aðrir staðir sem notaðir einstökum sinnum og ég man að ég búinn að koma næstu mjög oft síðan 1972 upp eftir einu sinni sem það var ekki setið í greninu sem í Oddgilsveri. Eyþór? Ég þakka þér kærlega fyrir Gísli. Taka undir þakkir til þín. Ég orðinn dálítið gamall núna en ég man hansi vel ýmislegt sem við gerðum þetta saman eða störfuðum saman að og meðal annars fyrsta friðlýsingin, ég man ekki hvort að þú varst komin inn í þetta þá en ég ætla ekki að fara að telja þetta upp en ég var í nokkur áratugi meðal annars sem formaður í náttúruverndarráði í 12 ára ég man rétt í þessu ati og man svona sumt að ég öðrum er búinn að gleyma en ég vil bara ætla ekki að fara mikla eða tala að ég þáttaráði mig langar að byrja að taka undir þakkir til þín og þakka þér kærlega fyrir og veit að þú og þeir sem standi í þessu núna þið standið gerir það sem ykkar valdi stendur til að komið veg fyrir að þetta svæði verði alveg eyðilagt eins og sumir virðast vilja. Þakka þér kærlega. Þakka þér sömuleiðis. Já, Kristján Haukur Karpínsson, þakka fyrir erindi Gísli. Mér langar aðeins að fá svona matið á stöðunni núna í dag. Það er að segja að það lá fyrir friðlýsingartillaga þarna í vor sem var búið að senda út boðskort og svo var því frestað og ég átta mig ekki alveg á því hvort að allir ætla að bíða eftir niðurstöðu þessar rammaáætlunar eða hvað en allavega mér langar að heyra hvernig þér finnst það að vera svona með við þína þekkingu og bakgrunn í málinu. Sko ég held að friðlandi verði stakkað í samræmi við það sem Sigurður Ingi hefur lagt til en samt verður veitulón og Norðlingaölduveita verður sett í 3. áfanga rammaáætlunar. Þetta nú tekið mörg ár þessi vinna á hverjum tíma, hún
sem sagt það leið alveg fram til 2007, frá 1999 til 2007, nær í 8 ár. Þetta birtist niðurstöður úr fyrstu, en það var nú vegna þess að þeim var haldið, það var löngu búið að skila af sér þeim niðurstöðum sko áður en við fengum spyrtar. Það var iðnaðarráðuneytið fór með þessi mál í þann tíð. Annar áfangi, hann tók þetta 3 ár eða 4. Núna búið að bæta við 20 eitthvað svæðum sem ofan á þau sem voru fyrir. Þannig að ég get ekki séð annað að vinna þetta jafnvel á þeim hraða sem var gert seinast, og þá takið það minnst kosti þetta kjörtímabil og næsta. Þannig það til niðurstaða fæst hvort að varðandi 3. áfanga rammaáætlun. En það sem þessi vinna liggur þegar fyrir og það sem gerðist sérstaklega á náttúrufarsóknum, að hann rökstuddi þó alltaf röðunina og með lýsingu á þessum svæðum, og meðal annars það sem Náttúrufræðistofnun vann, það skýrslu sem komu þaðan bæði gróðurfar og vistgerðir og fugla og annað. Og þetta liggur allt fyrir. Það aftur á móti einn þátturinn sem lá aldrei fyrir nein greinagerð eða rökstuðningur, það var hagkvæmni þátturinn. Hvers vegna raðaðist hagkvæmnin á ákveðinn hátt? Og ég held að næsta skrefi verði að fá það birt, ef það þá til. Már Pétursson, mér langar til að spyrja þessar hugmyndir. Hvernig Már, má bjóða þér að tala í mikrofónum? Já, Már Pétursson, mér langar til að spyrja þessar hugmyndir verkfræðinga Landsvirkjunar frá 1981 Kvíslarveitu 6. Hvort að þær birtust opinberlega, hvort þær eru til útfærslan á þeim uppdrættir og annað slíkt, neins staðar annars staðar heldur en þau gögnum Landsvirkjunar. Ég hef bara séð þær í tekníkar sem ég fekk að sjá í gögnum verkfræðinga. Þetta átti ekkert að birtast. Einn verkfræðingur á Landsvirkjun var svolítið lausmátt þegar hann var búinn að fóra svolítið neðan í því, ég fer þarna upp undir. Það var bara það sem gerðist. Og það séu sem sagt aldrei opinberlega birt, þannig að það séu hurmur ágáð. Já, það byggðist á því að stífla þessa kvísl sem kemur úr Þjórsárjökli og úr Rótajökli og vísa því inn í lónið sem núna og sem tekur upptakakvísl Þjórsár. Hefði svo veituleið, hefði hún snert Þjórsár vel? Já, hún hefði þurrkað kvíslina, Þjórsá sjálfa, frá nokkurn veginn beint suður af Þjórsárjökli, norðan við Hreysi, og alveg næstu niður að Miklukvísl. Það hefði bara verið sandauðn, og það hefði þá þurft að og grunnvatnsstöð og öllu. Það hefði ekkert vatn verið eftir á þessu svæði í Þjórsá. Pétur heiti ég, Sigurðsson. Þú minntist áðan á að Ásahreppur og einhver annar hreppur væru með fé þarna á vestur Þjórsárverum. Nei, austur. Austur minna ég. Ég er sko dálítið ókunnugur þarna, þannig ég veit að ég gengt fyrir féð yfir í vesturhlutann. Nei. Nei. Það við, sko, það væri helst að myndi þá komast yfir kvíslina sem úr Þjórsárjökli þegar lítið í henni til þess þegar fyrir að koma fram á haust og það fyrir að vera kalt á nóttinni og það búið að girða af þar. Það girðing sem liggur frá Þjórsárstýplu og alveg suður fyrir Hreysi. Eða Hreysiskvísl. Það er tími fyrir eina stutta spurningu í viðbót. Enginn að brenna inni með síðustu spurningu. Ef svo ekki... Sturla hérna. Jú, fyrirgeðu. Já, Sturla Hreinsson hérna. Ég ætla nú ekki að koma með eina spurningu, heldur ætla ég bara að segja okkur sögu. Og faðir minn og föðurbróðir, faðir minn Friðrik Jónsson og föðurbróðir Sturla Jónsson, þeir keyptu öll virkjunarréttindi í Þjórsá að bændum árið 1907 til 1920
og þeir ætluðu að virkja Þjórsá og þeir lögðu þetta fyrir Alþingi en svo leið og beið og Alþingi samþykkti aldrei að þeir fengu leyfi fyrir virkjuninni. Þeir ætluðu að vera að virkja Þjórsá 1920 og löngu áður heldur en virkjun önnur virkjun Þjórs, búferðsvirkjun Þjórs. Það var ekki einu sinni farið að virkja í Elliðaánum þegar þeir ætluðu að virkja hana og Húsvíkur þá áttu þeir allan virkjunarrétt með Einari Benediktssyni í Þjórsá og ég get sagt okkur til gamans að ég reið hérna upp eftir í Þjórsávera árið 1956 og Sigurgeir Skaldabúðum, hann var leiðsögumaður, Sigurgeir í Skaldabúðum, hann drukknaði seinna í þessu laumi þarna uppi sem við sjáum. Þetta var miklar handhafir. Þetta ekki hafa þessu harðlengur og þakka hann fyrir fróðlegt erindi. Já, ég þakka fyrir.